Já, við höldum áfram fundi sveitarstjórnar, afloknum hlé, orðið er laust. Sveinn, gerðu svo vel. Forseti, ágætu sveitarstjórnarfulltrúar og gestir. Þú nú kannski að byrja á því að fagna því að íbúar hafi svona mikið áhuga á málum sveitarfélagsins að þau fjölmenni, já bara nokkri komi hérna og sýni að þeir hafa áhuga á störfum sveitarfélagsins og svo líka að fólk bara finna upp hjá sjálfu sér að búa til undir að vilja hefja söfnun undirskrifta á undirskriftalista. Það er bara þó nokkuð gott að fólk sjáu það í sér að fara í þá vegferð. En við erum hérna með bókun sem ég ætla að lesa upp. Miðað við framkomna bókun meirihluta Framsóknar og Sjálfstæðisflokks er auðséð að meirihlutin mun ekki heimila söfnun undirskrifta fyrirhugaða uppbyggingu menningarhúss á Sauðárkróki. Við undrum okkur á því að þau meti fresti söfnunar liðin á grundvelli að undirskriftasöfnun sem hér á að greiða atkvæðum snúist samkomulag byggingu menningarhúsa í Skagafirði. Við teljum það liggja augljóst fyrir að fyrirhuguð undirskriftasöfnun felist í hvort halda eigi áfram uppbyggingu menningarhúsa Sauðárkróki í þeirri mynd sem komin er fram á teikniborðið en ekki samningin sem slíkan. Takk fyrir. Undir það skrifar ég sem hér stendur Eyþór Farnar. Orðið er laust. Það er ekki fleiri sem óska eftir að taka til máls. Ég ætla þá að bera bókunina upp til atkvæða sem að ég las upp áðan og hérna ef einhver óskar eftir því þá get ég lesið hann aftur. Já, það er svo gaman að hlusta. En Heyrjum hann aftur. Hvað meinar þú? En það er alveg sjálfsagt að lesa þetta aftur. Samkvæmt 107. grein sveitarstjórnarlaga, nr. 138 frá 2011 ákveður sveitarstjórn hvort fram skuli fara almenn atkvæðagreiðsla meðal íbúa sveitarfélagsins einstök málefni þess. Í annarri málsgrein 108. grein sveitarstjórnarlaga er mælt fyrir rétt íbúa til að óska eftir atkvæðagreiðslu einstök málefni. Þar er mælt fyrir að minnst 20% af þeim sem kosningarétt eiga í sveitarfélagi óska almenna atkvæðagreiðslu skuli sveitarstjórn verða því eigi síðar en innan árs frá því slík ósk berst. En heimilt er að ákveða hærra hlutfall í samþykktum stjórn. Samkvæmt samþykktum stjórn Skagafjarðar nr. 1336 frá 2022 skal sveitarstjórn verða við beiðni almenna atkvæðagreiðslur ef minnst 25% kosningabæra íbúa óska þess. Sveitarstjórn hefur engu að síður ákvörðunarvald framkvæmd atkvæðagreiðslunnar og þá spurningu sem borin verður upp. Fjallað er undirskriftasafnanir vegna almenna atkvæðagreiðsluna samkvæmt sveitarstjórnarlögum í reglugerð nr. 155 frá 2013. Þar kemur fram að tilkynna skal sveitarstjórn fyrirhugað undirskriftasöfnun í sveitarfélaginu. Ef undirskriftasöfnun lítur að ósk atkvæðagreiðslu tiltekna ákvörðun sem sveitarstjórn hefur þegar tekið, skal frestur til að tilkynna fyrirhugað undirskriftasöfnun vera 4 vikur frá því ákvörðun var birt, samanber önnur málsgrein annarra greina reglugerðarinnar. Eftir að sveitarstjórn hefur fengið tilkynningu fyrirhugað undirskriftasöfnun skal hún innan 4 vikna meta hvort ákvæði 3. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga hamli því. Það unnt sé að krefjast almennar atkvæðagreiðslu málið og tilkynna ábyrgðaraðila niðurstöðu sína. Þá skal sveitarstjórn leiðbeina ábyrgðaraðila orðalag, tilkynningar og önnur framkvæmdaratriði eftir því sem þörf er á.
Telji sveitarstjórn að undirskriftasöfnun samrýmist ekki 3. málsgrein 108. greinar skal beiðninni hafnað. Atkvæðagreiðsla um einstökum málefni sem fram fara á vegum sveitarfélags, hvort sem á grundvelli ákvörðunar sveitarstjórnar eða að frumkvæði íbúa, eru almennt ráðgefandi nema sveitarstjórn ákveði annað samanber 3. málsgreinar 108. greinar sveitarstjórnarlaga. Ráðgefandi atkvæðagreiðslur á grundvelli sveitarstjórnarlaga eru ein af ýmsum leiðum sem sveitarfélög hafa til að leita samráðs við íbúa sína. Sveitarstjórn Skagafjarðar tók ákvörðun þann 10. maí 2023 samkomulag við ríkið byggingu menningarhúss í Skagafirði og hefur síðan ákvörðun fjármagn til verkefnisins verið samþykkt í fjárhagsáætlun sveitarfélagsins, síðast þann 19. nóvember 2025. Auk þess hefur ríkið innt af hendi greiðslur í tengslum við verkefni til sveitarfélagsins. Tillaga til að efna til íbúakosninga ákvörðun sveitarstjórnar byggingu menningarhúss á Sauðárkróki var felld í sveitarstjórn þann 25. febrúar 2026. Tilkynningu fyrirhugaða undirskriftasöfnun lítur að ósk atkvæðagreiðslu ákvörðun byggingu menningarhúss og samninga við ríkið þarum. Fram kemur í tilkynningunni að óskað sé atkvæðagreiðslu frestun byggingar menningarhúss á Sauðárkróki og endurupptöku á samningi við ríkið vegna þess. Tilkynning fyrirhugaða atkvæðagreiðslu þarf að tengjast efnislega tiltekinni ákvörðun og tilkynningin þarf að berast innan tiltekins tíma frá því sú ákvörðun var tekin. Sú ákvörðun sem vísað var til var tekin í sveitarstjórn í maí 2023 og frestur til þess að tilkynna fyrirhugaða undirskriftasöfnun þá tilteknu ákvörðun sem sveitarstjórn tók liðin með ákvæði reglugerðarinnar 4 vikna frest. Meirihluti sveitarstjórnar bendir á að í ljósi framangreindra telur meirihluti sveitarstjórnar að framangreind beiðni undirskriftasöfnun uppfylli ekki skilyrði reglugerðar nr. 155 frá 2013 og bendir á að hægt að kæra framangreind ákvörðun til innviðaráðuneytisins. Þeir sem samþykkja afgreiðsluna gefur merki. Það eru 5, einhverjum móti, 2 á móti, 4 á móti, 4. Þannig hún samþykkt með 5 atkvæðum gegn 4. Ég sendi þessu bókunina. Þá eru konið í lið nr. 15 og það er Tumabrekka land deiliskipulag. Hæ? Ertu að tala afgreiðslu á síðasta lið? Nei, við höfum leiðrétt svona. Það er þá 2 á móti, 2 sitja hjá. Erum við konið í lið nr. 15? Eyþór, Fannar, ert þú að víkur þú? Já, Jóhanna Ey kemur inn. Og þá komum við í lið nr. 15 sem er Tumabrekka land. Deiliskipulag vísa frá 92. fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 27. febrúar og þetta snýst í raun deiliskipulagstillögu fyrir Tumabrekku land sem var dagsett 8.11.2024 og við höfum farið með þetta mál hér áður í gegn bæði skipulagsnefnd og sveitarstjórn en vegna ábendinga frá skipulagsstofnun þá þarf að endurtaka málsmeðferð samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 en þar sem engar breytingar hafa verið gerðar á tillögunni frá fyrri auglýsingum mun fyrri umsagnir gilda berist ekki fleiri. Og afgreiðsla skipulagsnefndar var að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillögur á Tumabrekka land í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 orðið laust þessa afgreiðslu.
Það er engin smásköp til að taka til máls þessi samþykki afgreiðslunni gefur merki og hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komum við í málum 16 sem er rauninni samskonar mál en það er deiliskipulagstillaga sem þetta er vísa frá fundi skipulagsnefndar sem haldið var 27. febrúar en þar var lögð frá deiliskipulagstillaga að sorpmóttökusvæðinu og gámalóð á Hofsósi sem var dagsett 29.4.2024 en það komu ábendingar frá skipulagsstofnun þar sem að endurtaka þurfti máls og þess vegna þurfti endurtaka málsmeðferðina samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 en þar sem engar breytingar hafa verið gerðar á tillögunni frá fyrri auglýsingu munu fyrri umsagnir gilda berist ekki fleiri og skipulagsnefnd hún afgreiddi þetta mál þannig að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagstillöguna sorpmóttaka og gámalóð Hofsósi í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin smásköp til að taka til máls. Þessi samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samhljóða. Þá er það þriðja málið sem er að sama meiði en þetta er liður nummer 17 á dagskráni vísa frá fundi skipulagsnefndar sem var númer 92 og haldinn 27. febrúar þar var lögð frá deiliskipulagstillaga fyrir Skógargötureitin íbúabyggð á Sauðárkróki uppdráttur númer DS01 og hann var dagsettur 4.9.2024 og það kom þessa afgreiðslu eða þetta mál þá kom ábending frá skipulagsstofnun og það er sama klausa þar sem þarf að endurtaka málsmeðferðina samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 en þar sem engar breytingar hafa verið gerðar á tillögunni frá fyrri auglýsingu munu fyrri umsagnir gilda berist ekki fleiri og skipulagsnefnd hún bókaði eftirfarandi skipulagsnefnd samþykki samhljóða að teknu tilliti til innsendra umsagna við skipulagslýsingu og vinnslutillögu að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa framkomna deiliskipulagstillögu Skógargötureitur Sauðárkróki í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og breyting á deiliskipulagi gamla bæjarins og Sauðárkróki frá 1987. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin smásköp til að taka til máls. Þessi samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki. Hún er samhljóða. Þá komum við í lið nummer 18. Það er Freyjugata, það er tillaga breyting á deiliskipulagi og þessu er vísað frá fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 12. mars. Þar var Gunnar Bjarnason EHF hefur falið Praxis Arkitektur EHF og Teknistofunni Stoð EHF að vinna deiliskipulagi að deiliskipulagsbreytingu varðandi hluta gildandi deiliskipulags gamla bæjarins og Sauðárkróki. Deiliskipulagsbreytingin hún miðar að því að gera breytingar á lóðunum austan Freyjugötu sem eru innan breytingasvæðis fyrir einbýlishús sem verða skilgreind sem 4 lóðir fyrir einbýlishús. Lóðirnar eru stækkaðar og byggingamagn aukið fyrir byggingar sem verða hæð og ris. Deiliskipulagstillagan hún er í samræmi við ákvæði og landnotkun í aðalskipulagi þar sem heimilt er að bæta við allt að 62 íbúðum á landnotkunarreitin M401 eins og hann er skilgreindur hjá okkur og skipulagsnefnd hún samþykkti samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að auglýsa deiliskipulagsbreytingatillögu fyrir Freyjugötu 7 og 9 og Sauðárkróki samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslunni gefur merki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liður númer 19, það er Faxatorg Flæðar. Það er óveruleg breyting á deiliskipulagi. Þessi vísa frá fundi skipulagsnefndar frá 12. mars til afgreiðslu sveitarstjórnar og þar var lögð fram tillaga að óveruleg breyting á deiliskipulagi Flæðar og Sauðárkróki en við frekari hönnun á menningahúsinu kom í ljós að stækka það norð-austur-horn byggingareits 0,8 fermetra eða 76 cm. Einnig kom í ljós við nákvæmari uppmælingu á nú þegar byggðu safnahúsi að þar þarf að stækka byggingareitin að uppfæri útlínu eða 1 fermetr alls stækkun á byggingareit úr 3.340 fermetrum í 3.346 fermetra eða 6 fermetra samtals.
Breytingin er það óveruleg að hún hefur engin aukin umhverfisáhrif umfram stefnumörkun deiliskipulags fyrir breytingu og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi fyrir Faxatorg, Flæðar og Sauðárkróki samanber 3. málsgrein 43. grein af skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsnefnd samþykkir einnig samhljóða að breytingin hafi engin áhrif á landnotkun nágrannalóða. Breytingin hafi ekki för með sér skuggavarp, sjónmengun, innsýn eða raskað útsýni aðliggjandi lóða og hafi engin áhrif á hagsmuni annarra aðila en sveitarfélagsins og því ekki þarf á grenndarkynningu samanber einnig 3. málsgrein 44. grein sömu laga. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt þá með 7 atkvæðum og 2 greiði atkvæði gegn afgreiðslu skipulagsnefndar á þessum lið. Þá komum við liðnum með 20 sem eru Hafgrímsstaðir en það er umsókn færslu og stækkun á byggingarreit og þessu er vísað frá 93. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 12. mars. Það er forsaga í þessu máli að það 20. september 2016 þá samþykkti sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar stofnun byggingarreits á landi jarðarinnar og það var Snæbjörn Guðmundsson og Hallfríður H. Hafsteinsdóttir fyrir hönd Bletts EHF þinglýst eiganda Hafgrímsstaða sem óskuðu eftir leyfi til þess að færa og stækka áður samþykktan byggingarreit á landi Hafgrímsstaða í Skagafirði. Það var sótt tilfærslu upp á 42,2 metra til norðurs og stækkun reitsins á 140 fermetrum í 264 og þá var einnig sótt endurnýjun og stöðuleyfi fyrir 7 aðstöðugáma. Og þetta er nú rakið hérna í gögnunum, ætlum ekki að fara yfir þetta í smáatriðum alveg, en afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi. Skipulagsnefnd hún samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja færslu og stækkun byggingarreits að fengin umsögn minjavarðar en bendir jafnframt á að stöðuleyfi eru á forræði byggingafulltrúa Skagafjarðar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslunni gefur merki. Hún er samhljóða. Þá er að liðið nummer 21 á dagskránni. Það er Istimór. Það er umsókn stofnun landsbyldu og byggingarreits og þessu er vísað frá 93. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 12. mars og þar var bókað að Stefán Logi Haraldsson og Martin Jónsson fyrir hönd Istamós EHF þeir óska eftir heimild til þess að stofna 5.285 fermetra spildu úr landi jarðarinnar sem Istamó 2 og til að stofna 2.640 og 3 fermetra byggingarreit innanlóðarinnar. Og með þessu fylgdu afstöðu uppdrættir sem sýndu þetta. Er að ræða byggingarreit fyrir frístundahús á 1 til 2 hæðum og hámarks byggingamagn verður 200 fermetrar og hámarks byggingahæð verður 8 metrar frá kjallaragólfi í mæni. Afgreiðsla skipulagsnefndar var að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja landsskiptin og stofnun byggingarreits að fenginu umsögn minjavarðar. Orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykkja afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhljóða. Þá er það beiðni framkvæmdaleyfi í Varmahlíð vegna orkuskipta og þetta var líka á 93. fundi skipulagsnefndar sem haldið var 12. mars en þarna óskar Rarik eftir framkvæmdaleyfi fyrir lagningu 12 kW háspennustrengs í Varmahlíð. Þessi framkvæmdi tilkomin vegna heimtauga umsóknar orku náttúrunnar í Varmahlíð sem tengist orkuskiptunum og það er búið að leita umsagna frá 1, 2, 3, 4 aðilum, 5 aðilum og það er ekki komin niðurstaða frá öllum, þannig að afgreiðsla skipulagsnefndar var að skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veita umbyggði framkvæmda leyfi að fenginni
fengnu samþykki vegagerðarinnar en allir aðrir hafa veitt samþykki. Orðið er laust með þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þessi samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki og hún er samþykkt samhliða. Þá er það aftur strenglagning frá aðveitustöð að Furulundi í Varmahlíð, liðin með 23 á dagskránni, vísa frá 93. fundi skipulagsnefndar sem haldinn var 12. mars. Þar óskar Rarik eftir framkvæmdaleyfi fyrir strenglagningu við og í Varmahlíð. Gert er ráð fyrir að leggja 12 kW háspennustreng frá aðveitustöð við Varmahlíð að Furulundi í Varmahlíð. Það er búið að leita umsagnar hjá Skógræktarfélagi Skagafjarðar, Fiskistofu, Minjastofnun og samkomulag við landeigendur og afgreiðsla skipulagsnefndar var eftirfarandi: skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdaleyfi að fengnu samþykki vegagerðarinnar og hlut eigandi landeigenda. Orðið er laust með afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu skipulagsnefndar gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá komum við í lið nr. 25 sem var tekin fyrir á fundi byggðaráðs fyrir í dag. Lið 24 á fyrirgefið, lið 24, og það var refa og minkaveiði. Byggðaráð samþykti afgreiðsluna eins og hún var fyrirlögð og orðið er laust þessa afgreiðslu. Það er engin sem óskar til að taka til máls. Þeir sem samþykki afgreiðslu byggðaráðs á þessum lið gefur merki, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það liðið nr. 25 og það er ársreikningur Skagafjarðar fyrir árið 2025 og ég gef sveitarstjóra Sigfúsi Inga orðið. Gerðu svo vel, Sigfús. Já, forseti, góðir sveitarstjórnarmenn. Ársreikningur Skagafjarðar fyrir árið 2025 er hér lagður fram til fyrri umræðum. Ársreikningurinn samanstendur af upplýsingum A-hluta sveitarsjóðs og A- og B-hluta samantekin og í A-hluta er sem fyrir aðalsjóður auk eignasjóðs og þjónustustöðvar. Í B-hluta eru veitustofnanir, hafnarsjóður, félagslegar íbúðir, Tímatákn EHF og Eyvindarstaða Heiði EHF auk hlutdeildarfélaga sem kom inn í reikningsskil sveitafélagsins eftir hlutfallslegri ábyrgð sveitafélagsins, þar að segja Norður ABS og Samtök sveitafélaga á Norðurlandi vestra. Rekstrartekjur Skagafjarðar námu á árinu 2025 10.261 milljón króna af samstæðinni heild. Þar voru rekstrartekjur A-hluta 8.719 milljónir. Rekstrargjöld samstæðunar að frátöldum afskriftum og fjármagnsliðum voru 8.856 milljónir og þar af hjá A-hluta 7.954 milljónir. Rekstrarafgangur A- og B-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði voru 1405 milljónir króna. Þar af rekstrar niðurstaða A-hluta fyrir afskriftir og fjármagnsliði jákvæð 765 milljónir. Afskriftir eru samtals 369 milljónir króna, þar af 192 milljónir hjá A-hluta. Fjármagnsgjöld umfram fjármálatekjur voru hjá samstæðinni heild samtals 437 milljónir króna og þar af eru 351 milljón fjármagnsgjöld umfram fjármálatekjur í A-hluta. Rekstrar niðurstaða A- og B-hluta árinu 2025 er því jákvæð 588 milljónir króna og rekstrar niðurstaða A-hluta er jákvæð 222 milljónir króna. Eignir Skagafjarðar A- og B-hluta voru í árslok samtals 16.858 milljónir króna og þar af voru eignir A-hluta 12.913 milljónir. Skuldir og skuldbindingar voru í árslok 2025 samtals 10.743 milljónir króna og þar af hjá A-hluta 9.508 milljónir. Langtíma skuldir námu alls 6.543 milljónum króna hjá A- og B-hluta, auk 648 milljóna króna næsta árs afborgana. Eigið fé nam samtals 6.116 milljónum króna hjá samstæðunni í árslok og eigin fjárhlutfall var því 36,3%, samanborið við 33,3% árið 2024. Lífeyrisskuldbindingar nema 2.119 milljónum króna í árslok. Veltufé frá rekstri A- og B-hluta nam 1408 milljónum króna, þar af veltufé frá rekstri A-hluta 835 milljónir. Handbært fé frá rekstri A- og B-hluta eru 1245 milljónir. Fjárfestingar hreyfingar samstæðana námu á árinu 25 1097 milljónum króna og þar af voru fjárfestingar í varanlegum rekstrarfjármunum 1224 milljónir króna.
Afborganir langtímalána og skuldbreytingar námu 621 miljón króna, handbært fé nam 387 miljónir króna í árslok og ný langtímalán voru tekina upp að 550 miljónir króna. Í 64. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið á að heildarskuldir og skuldbindingar A og B hluta í reikningsskilum samkvæmt 60. grein megi ekki vera hærri en sem nemur 150% af reglulegum tekjum. Frá heildarskuldum og skuldbindingum er heimilt að draga frá hluta lífeyrisskuldbindinga sem og tekjur og skuldir veitna og langtímakröfur vegna brúar lífeyrissjóðs. Hjá Skagafirði er skuldahlutfall í ársreikningi fyrir árið 2025 105% án þess að dregin sé frá sá hluti af heildarskuldum sem heimilað er í lögum og reglugerð, en skuldaviðmiðið er 81% eða búið er að draga frá það sem heimildir er vegna þessara lífeyrisskuldbindinga og veltufés frá rekstri. Takk fyrir. Takk fyrir það, Sigfús, og bara minni ykkur á að tillagan sem liggur fyrir fundinum er að vísa þessu til áskilningu til síðar umræðu í sveitarstjórn, seinni umræðu í sveitarstjórn fyrirgefið, en orðið er laust. Það er enginn sem óskar til að taka til máls. Þá bara ber ég upp tillögunum að við vísum ársreikningi Skagafjarðar 2025 til síðar umræðu í sveitarstjórn. Þessi samþykkja á afgreiðslu gefur merki og hún er samhliða. Þá komum við í lið númer 26 og það eru fundargerðir Sambands íslenskra sveitarfélaga lagðar fram til kynningar og það eru fundur frá 18. febrúar, fundur frá 3. mars og fundur frá 10. mars og fundur frá 25. mars. Einhver sem óskar til að taka til máls þessar fundargerðir? Það er ekki og þá er það fundargerðir SSNVAF, Sambands sveitarfélaga á Norðurlandi vestra, liður númer 27 hjá okkur í dagskráni. Þetta eru 2 fundir, það er fundur frá 19. febrúar, fundur frá 24. febrúar. Einhver sem óskar til að taka til máls þessar fundargerðir? Það er ekki og þá er dagskráin tæmd og ég þakka ykkur fyrir fundin og gestunum fyrir komin og segi fundi slítið.